Vindmælir er tæki sem mælir vindhraða og yfirleitt vindátt líka. Þetta er yfirleitt upp á staur. Þar er svona einhvers konar græja, oft með einhverjum spaða á til þess að stýra vindunum, og svo er á þessu hjól með svona eins og skóflum á í allar áttir sem að snýst þegar við horfum. Það sem sagt geti litið einhvern veginn svona út þegar við horfum framan á þetta. Þá eru svona skóflur á þessu til þess að grípa vindinn. Þetta snýst. Vindhraði er mældur í metrum á sekúndu. Það voru til vindstig hérna áður en við mælum þetta í metrum á sekúndu í dag. Og vindáttin, hún segir okkur líka úr hvað átt vindurinn er að koma. Þegar það er sunnanátt þá kemur vindurinn úr suðri og fer í norður. Þegar það er vestanátt þá kemur hann úr vestri og blæs í austur. Alltaf úr hvað átt er vindurinn að koma. Vindurinn myndast vegna þess að það er mismunandi loftþrýstingur. Það er mikið loft á einum stað og minna loft á öðrum, þannig að loftið er að jafna sig út, færi sig á milli staða. Þá kemur vindur, og þegar vindstyrkurinn er svona frá 0 til 10 stig, þá er nú ekki mikill vindur, svona smá gola eða jafnvel lítill sem ekki vindur. 10 til 20 stig, þá er svona komin þokkalega svona strekkingsvindur, getur við sagt, þokkalegur vindur. En allt yfir 20 þá er orðið hvasst, og yfir 30 er komið bara brjálað rok.